Komið sæl, Fjóla Þorvaldsdóttir heiti ég. Í þessu myndbandi ætla ég að kenna ykkur eilítið á smáforrit sem ég hef notað mjög mikið í minni kennslu og heitir Puppet Pals. En fyrst þurfum við að sækja forritið og það gerum við með því að fara hér í App Store. Það sem þið gerir núna er að skrifa nafnið á forritinu hér í leitargluggann og mjög fljótlega poppar upp tveir möguleikar. Þið skulu velja neðri möguleikan, Puppet Pals HD Director Pass, því það gefur ykkur full not af þessu smáforriti. Hér sjáu þið að það koma upp 3 möguleikar. Að hlaða forritinu og kippist niður, hlaða þið niður þannig að þið taki bæði Puppet Pals 1 og 2 og ég mæli ekkert sérstaklega með því, ég allavega mjög lítið notað Puppet Pals 2. Það sem ég mæli með er að þið hlaðið niður hérna Puppet Pals HD Director Pass. Og hér sjáu þið að aðgangur að smáforritinu hefur birst hér á skjáborðinu og það sem við þurfum að gera er að smella á það. Þá opnast forritið og það sem blasir við notandanum eru þessi 3 möguleikar. Lengst til vinstri er hægt að opna og skoða það sem hefur verið gert áður. Í miðjunni er hægt að sækja sér fleiri persónur til að leika með og lengst til hægri er hnappur þar sem við byrjum. Takið eftir að uppi hægra megin er lítið i. Hérna. Pröfum aðeins að kíkja á það. Já, þegar við smeltum á ið þá kemur hér aðgangsstýring fyrir fullorðna. Forritið vill vera viss það að þetta séu fullorðnir sem eru að skoða þessa hluti. Hér sjáu þið myndrænt hvernig á að leika þennan leik og þið sjáu að þetta er ekki flókið. Þannig að þið getið alltaf, ef þið gleymið hvernig átt að gera þetta, ítt á þetta litla i og þar fáið þið mjög snöggssonar upplýsingar það hvernig á að nota smáforritið. En hef ég nú leikinn. Það er einhvern veginn þannig að börnin þau vita strax hvað á að gera. Ég held að þekki orðið start, sem þýðir þetta byrjun. Þannig að þau fara strax í það. Þá birtist þessi mynd og hér eigum við að velja okkur leikendur í ævintýrið okkar eða leikritið okkar. Og við höfum möguleika á að velja 8 leikara. Ég hef haft það þannig í fyrstu þegar börnin að læra á forritið að þau velji einn á mann. Að þau komist ekki yfir að stjórna fleirum en einum í einu. Og hér erum við búin að velja 5 persónur, eins og sjáið. Það birtist þessi fíni græni rammi í kringum myndirnar og þegar þau hafa valið, þá ýta þau hér á neðst hægra megin á hnappinn next eða næst. Þá er okkur boðið að velja hvar ævintýrið á að gerast og eins og sjáið þá er ég búin að velja hér konungshöll og helli og skóg og ætla að láta ævintýrið gerast þar. Og síðan velja hér next og held áfram. Þá blasir við okkur þetta sem ég kalla leikborð. Leikurinn sjálfur í ævintýrinu, leikritið sjálft, við kalla það sem svo, á sér stað innan hvíta ramma sem sjáum hér í miðjunni. Það er inn í þessum ramma hér. Allt sem við gerum þar fyrir utan, það tökum við ekki upp. Og til þess að taka upp leikritið, þá ýtum við á þennan rauða hnapp sem er hérna uppi. Ef við viljum skipta bakgrunn, þá notum við þessa hnappa hérna, eins og dúskar, eins og í Þjóðleikhúsinu, bara skiptum leiktjöld. Persónurnar sem eru að leika í það skiptið, þær eru þá hér inn í hvíta rammanum og þið sjáu að hin eru þar fyrir utan og þær koma inn í ævintýrið eins og hendar. Og nú getur leikurinn hafist og ég ætla að láta staðan hér endilega lítið á næsta myndband. Takk fyrir.